Það sem ég ætla, við erum að bregða okkur inn í Bauhaus, skýta með skengið, af því það hafi verið skorað á okkur að konur þessa lands og kvenlegi karlmenn og í raun þeir sem vita ekki alveg hvernig gjafir þeir ætla að gefa í ár, þeir hafa skorað á okkur að setja saman óskalista græjuhausins í Bauhaus og við ætlum bara, þeir voru að gefa út einhver tilboðsbækling, við ætlum bara að sjá hvað er í boði þarna, fyrir hvern hvað er, hvað ég myndi gefa, hvað ég myndi persónulega vilja fá og síðast en ekki síst, hvað ég myndi alls ekki vilja fá og alls ekki vilja gefa. Þetta er ekki vond jólagjöf. Þú myndir halda að þú myndir ekki vilja fá þetta jólagjöf, en ímyndaði bara vera kalt á tánum einhvers staðar og muna eftir að Dóri frændi gaf þér eitt svona. Ég ætla bara að gefa konunni minni þetta hérna. Já, mér líður svo vel í Bauhaus. Ég ætla að geyma jakkann minn hérna. Við vorum að taka þetta. Býtu, gamli, heyrðir ekki að við erum að taka smá vídeo hérna? Kannski spurningum að þú sitt ekki á lyftaranum? Það var náttúrulega típist ef við komum til að kaupa þessu úlpum með værum í það. Kæm út væri gaur bara, tjekka mig, man. Við erum að skoða, grill. Og hverjum gefum maður grill? Það er ekki eins og kemur eitthvað svona, ég ætla að gefa hérna, Togga litla frænda mínum bara grill. Eitthvað hérna. En ég er að segja, þetta er stór systkinahópur, hvað að gefa pabba, er hann grillari, er hann ekki grillari, skilur. Þá ætla ég strax að sýna ykkur í hvað ég myndi fara hérna, af því að þú verður líka að gefa jólagjafir strategískt, þú verður að gefa gjafir sem munu hagnast þér seinna í tíðinni. Til dæmis þetta hérna grill, sem ég aldrei séð svona áður, það er bara eins og við erum að grilla á veitingastað, það er bara gluggi í þessu dæmi, sko. Eitt pínlítið grill sem hægt að hafa í bílnum. Þú getur verið bara með kótilettur hérna í framsætinu, skilur kútinn fram í. Já, svona. Þú átt svona? Og ertu oft bara að hræða í sósu hérna á hellinni? Ekki með þetta. Með aðra, hérna ertu með bara, þú veist. Þessi bakkað núni með handinu. Aha. Ok, ég ætla að lyfta þessu upp. Ég er að búast við því að sé bara sislandi mat rjúpur á það, sko. Nei! Steinn fyrir pizzu! Ok, maður finnur að þetta er líka alvöru stykki, sko. En vitið hvað? Vitið hvað er ándjóks góð jólagjöf? Og ég kannski bara tala til barnanna minna eða konunar sem kaupir gjöfin fyrir börnin mín eða kannski er eitthvað konur sem ég er ekki búinn að kynnast sem vilja gefa mér jólagjöf og þannig kynnast mér. Ég myndi vilja þetta hérna. Já, bara lítið eldstæði. Þetta er ekki grill, sko. Þetta er bara, ég get verið með lítinn bara, þú veist, eld hér fyrir utan heima á mér, þú veist, reykt vindil, þú veist, hugsað hvað ég gæti haft það gott annar staðar. Mér langar alveg í þetta hérna. Þetta er bara eldstæði, Weber eldstæði. Hver veit, maður setja sykurpúða í dæmið sem reyndar engum finnst gott. Engum finnst, hversu brendir sykurpúða góðir. Allir verið að rétta mér þetta, maður er bara klístrast og verið ógeðslega sjóðandi heitt. Standandi pulsur og... Hvað er þetta hérna, maður? En þú veist, hér? Þetta er fyrir kjúklingalegginn. Þá 2. Það er nú greinilega eitthvað búinn að skoða að vera mjög spenntur. Já, menn Gaur hann er komið, Gaur hafi labbað frá ónýtu grill. Býtu, þetta er nú bara svo Batman-bíllinn. Ég veit svolítið þessi Napoleon grill, því að sagði mér einu svona Gaur í annarri byggingaverslun að þessi grill væri búinn að sigra Noreg og ég veit ekki á hverju, ég veit gæsa þegar hann sagði þetta, ég bara, eru allir norðmenn konur á Napoleon grill? Þetta er bara réttstöðulyfta, sko. Þetta er alveg, hérna, þú veist, ég þarf bara að hugsa form. Þetta er svo massíft, sko. Bro, þetta er svo vélinn í nýjum Defender. Herru, hérna kemur hins vegar það sem mig langar persónulega. Þetta er líka gott að gefa kannski, þú veist, pappa hennum ef hún bara veist að hún leiðist drullu mikið, ef hún er að hringi 3-4 svona dag og segja það sama. Þá mun þetta hérna smella, sko. Þetta náttúrulega kostar ekki nema 400 skall, 367.000 sem er náttúrulega ekki neitt svona, þú veist, ef þú ert kannski að vinna í vogunarsjóðu eða eitthvað. En sérðu, hérna geturðu reykt. Þú getur verið með, þú veist, ég vissi ekki að þetta væri svona dýrt. Ég er ennþá í sjokki hvað þetta er dýrt. Ég hugsaði að ég myndi jafnvel kaupa mér svona.
En þetta er greinilega bara fyrir alvöru grillara. Þú kannski gefur þetta ekki í jólagjöf, kannski gefur þér sjálfur þetta í jólagjöf. Veistu hvað ég er að tala um? Það er búið að ganga vel í ár og þú átt að skilja. Settu pallettur á nonni. Pallettur? Kallar þetta heila pallettur á nonni? Þú geðbilagur, settu pellettur. Það eru litlar. Getur ekki fyrir að tróða pallettur í nonni. Þetta eru þau pellets hérna. Og veistu hvað, menn eru að tengja þetta við síma sinn og eru bara heima hjá sér að byrja að reykja þar. Svakalegt sko. Þetta hérna er geggjugjöf. Veitu hvað sem þetta er stafrænn hitamælir. Þetta er eitthvað restar úr COVID bara. Nei, kallinn minn, ég keypti mér svona þegar við vorum í Bandaríkjunum daginn og ég er constantly að taka hitan á hlutum. Sko, ég tek eiginlega ekki hluti úr ísskápnum, ég sé bara Og þetta, ég vissi ekki hvað ég hefði mikinn áhuga á hitastígi fyrir en ég eignaði svona græði og þú veist Sérkvöld að konan er Já, ég er alltaf að hitamæla hana. Hörru, þetta er smóker. Þetta er bara, þessi kostar 70 skall og getur ekki gefið pappa þínu gjöf eða mömmuðinni sem er þráður rektamat mörg ár. Þú veist, þetta hérna er fullkomið. Þetta, þú veist, og þetta er líka nóg fyrir mig af því ég er ekki að fara að reykja af atvinnu, sko. Veist það, ég nenni ekkert að útskýra af hverju, en mig langar alveg í svona. Þú veist, hafa þetta rétt hjá vínskápnum mínum og bara eitthvað létt stemning með það. Veistu, ég nenni ekkert að útskýra af hverju mig langar í svona, eða af hverju þetta myndi glæða mig, það myndi bara gera það. Veistu, meðan þú myndi vilja fá eitthvað svona atriði í skóinn, bara frá stekkjastöð. Þú veist, þetta hérna er fullkomið, sko. Hvernig, sko, það er svo margt ruglingslegt sko, með jólin fyrir börn af því að við erum með eitthvað 12 jólasveina og þeir eru allir veikir. Það er bara einn er draghaltur og einn er dvergvaxinn og svona margir virðast bara vera mjög skapandir og ógeðslegir og svona. Og einn er Perri. Hver er það aftur? Gluggagjægir. Já, það líður öllum illa út af því sko. En sem horfa börn á svona bandarískar jólamyndir og þá er bara einn svona eitthvað ho, 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 Father Christmas. Og hérna hefur Bauhaus samsteypan látið framleiða fyrir sig eitthvað svona samsteypu úr þessum tveimur. Þetta er bæði Father Christmas en líka með þetta svona íslenska undirheima texture sem jólasveinarnir eru með sko. Og svo náttúrulega má alltaf bara gefa jólasveina búning. Herru, ég nenni þessi. Þetta er bara, ok, blóm og jólagjafir, ég nenni þessi ekki. Ég vil bara skoða verkfæri og grilldót og svona, þú veist, í alvöru. Þetta eru gjafir fyrir kalla og mjög kallalega konur og náttúrulega kvás sem eru drullu kallalegir. Þú veist, alveg bara, hvað er kallið? Þú veist, það mætti alltaf gefa hyllubrautir og lamir líka, bara í svona sem svona passív-aggressív jólagjöf. En við ætlum ekki að mæla með því hér í skítamix, sko. Ímyndaðari konar myndi bara svona gefa þér eitthvað svona krossviðarplötu og lamir. Það væri bara svo skilaboð að þú væri ekki búinn að gera nóg á árinu, sko. Ég held að konan hafi nú verið að fá eina bónus, ég veit ekki okkur. Veistu það, ég held að við séum, ég vissi ekki að mannkynið væri komið á þennan stað að vera með rafræna gluggaskoður. Ég er í smá sjokki, sko. Hérna er líka svona gjöf sem þú vissir ekki að þig langaði til að gefa, en veistu hvernig þú veist að þig langar til að gefa þegar þú veist að þú vilt fá. Og ég meina ímyndaðu þér að fá bara eina alvöru snjóskóflu í jólagjöf, þú veist, réttri hæð, nafnur þetta dæmi hérna með. Alltaf hreint núna. Alltaf hreint. Þetta er bara rifjari, sko. Þú getur bara labbað út með þetta hérna og bara, þú veist, stoppar ekki þegar þú komin á Hveragerði, sko. Það er bara að segja Skerjafjörður, ef þið viljið vera með tandurhreinan stað, þetta myndi glæðja kallinn maður. Stanley, amerískt, gult, bang for the buck. Þekktasta merki sem til er, ég meina það hafa bara hús verið byggð hérna með pjúra Stanley verkfærum. En ef þú ert ekki með daddy issues, þá segi ég að vera, eða vera, með tvöföldu vaffi, þetta eru alveg verkfæri, sko.
þetta er gríðarlega vandað og bara þú veist hérna með grunn til dæmis öll skrújárn heimilisins hjá þér komi úr svona gömlum settum eða séu jafnvel bara aldagömul en að byggja bara nýja hefð, þú veist, gefa bara eitt stjörnu og eitt Philips, ég reyndar ekki að finna hérna, sko. Jú, hérna bara, segja bara hérna gleðileg jól. Þetta er geðveik gjöf, bara alvöru góð skrújárn, skilur, sem allir þurfa að nota oft og kostar ekki mikið, alvöru gæði og sérðu hvað ég er peppaður fyrir þessu. Ég bara finnst þess að ég hafi fundið hérna ultimate jólagjöf. Af því að skrújárnin mín öll bara svona skrújárn sem var hægt að skrifa litla bækur um þetta. Þetta skrújárn var fyrst notað í að skrúfa glugga á hýrustöðum af bóndanum. Veist, þetta er bara svona, þetta er bara orðið gamalt og ljótt, sko. Ef þetta er ekki gjöfin í ár, ef þetta er ekki frá Kertasníki í ár, pínu lítið kúbein. Segðu hvað þetta er lítið? En veist hvað, þetta er örugglega nett að vera með þetta í vestinu sínu þegar þú þarft eitthvað að djöfla einhverju af. Þetta er bara að vera með dúknáli eða eitthvað. Þetta er hérna, veistu, Geggja í parketti líka maður. geggja í parketti alveg, teygja og hérna erum við komin meira inn á mitt svið í sko alvöru trésmíða uniti og þá ætla ég að mæla með fallingjöfum sem eru þessir amerísku vinklar. Ég á eitt svona, bara ekki málið. Þá taka hann í minni útgáfu líka. Þetta er svo þægilegt og svo getur þú notað þetta út með hjólsög sem land og keyrt eftir þessu. Þetta er bara eitt af þessum bandarísku uppfinningum sem við erum sátt við. Svo eru það heflanir, sko. Veistu, ef þú ert ekki með númer 4, bara flugbeittan einhvers staðar, þá hef ég ekkert að segja því, ekki neitt, sko. Digital þykktarmælir í litlu leðri, guys. Þá mega jólin koma fyrir mér, sko. Svo erfitt að langa í allt hérna. Ég vildi óska þess samt að ég ætti bara í þannig sambandi við föður minn að ég væri, þú veist, bara að gefa honum 25.000 króna sagablað í jólagjöf og hann væri drullu sáttur við það, skilur við. En við eigum bara ekki alveg í þannig dæmi, sko. Sko þessar borðsæðir hérna, þú veist, eins og ég segi, við systkinin splæstum saman í eða, þú veist, fyrir eitt bróður eða eitthvað. Þú veist, að vera með borðsög, sérstaklega litla sem getur pakkað saman, það er það sem þið kalla game changer. Ryobi, þetta er bara merki sem er einmitt gert fyrir svona kalla sem er að taka 1-2 palla, sko, og vilja aðalega segjast eiga borðsög, sko. Sko, ég skal bara segja þér einn. Mér vantar svo þykktarhefur. Og þessi bara basic léttur hann samt þungur, sko, og síðan er þetta bara skrúa niður og svona. Og ég hugsa mikið var nú gaman að fá þykktarhefur frá krökkunum sínum en maður myndi nú hugsa það næst þegar maður fyrir tennur í þeim maður. Nú svakalega, sko. Þú veist, það er, sko, með öllu svona gjöfum, sko, þá er þetta líka pæling, sko, hvaða skilaboð ert að senda til þann sem gefur, sko. Og þú veist, og ég meina, ef þetta er gaur með stóran, skilur við, þú veist, eða svona, þú veist, þannig, þá er Ryobi alveg nóg, skilur við. Þá getur þú gefið bara hvaða skrúvél sem er frá Ryobi og bara, þú veist, skilaboðin eru bara því ég veit við vantar skrúvél ekkert tímann og þessi mun standa sig, sko. En í svona mínu tilfelli, þá myndi það gilla mig miklu meira ef þetta væri, þú veist, blár Boss. Blár Boss er sko professional dæmið, sko. Þú veist, og skilaboðin væru send, sko, svolítið svona ég er að gefa þér þetta því þú ert fagmaður. Leyni skilaboðin eru náttúrulega ég er að gefa þér þetta því þú ert með mjög mikla minnimáttakennd, skilur við. Svona ævintýri maður, bara eitthvað boombox á allt slektið, skilur við. Síðan líka hægt að gefa bara svona eitthvað verkfæri sem enginn veit almennilega hvað gerir, þú veist, þetta, en þú veist, þetta er, já, það er ekki eins og þetta raða þess aftur hérna, sko. Jésús. Þetta er skógjöf, sko, og hérna, þú veist, ég ætla bara að gá hvort að ég og mitt fólk sé representa hérna. Halldór. Þetta, bara að finna þetta gladdi mig, sko. Það er engin Rúnar hérna í mér af því engin íslensku maður sem heitir Rúnar hefur nokkuð tíma smiðað. Finnst það ekki leiðilegt? Nei, það er bara, við erum Rúnarslausir hérna, sko. Þú myndir fá bara eitthvað svona upp á hals.
sama hvað maður gamall, það langskemmtilegast að fá eitthvað sem maður getur bara byrjað að sýsla við strax. Þú veist, eitthvað svona sem getur verið alveg bara vakna snemma á jóladagsmorgunum og aðeins út í skúr aðeins að testa þetta svona. Þá ætla ég að segja, bara geggjað að gefa spýtur. Í alveg. Bara pakka inn einu svona gaur, Eikar planki. Það er þetta að kaupa aðeins neðar, lappir á þetta. Ég og Rúnar hefur nú gert myndband það, bara hafa tekið hérna, sko. Svakalegt. Og það er heima það. Í forstofunni. Og þú veist, og þá ertu bara komin, gefur spýtu og lappir og segir bara hér er verkefni fyrir þig. Sumir menn vilja ekkert meira í jólagjöf heldur en verkefni. Þú veist, segjum sem svo að þetta sé búið að vera gjöfult ár. Meðan þú fjárfestir í ykkur shitcoin, skilur þú settir 100 áskall í það triljónfaldaðist einhvern veginn að nóttu til og áður en það var allt púllað á stór græddir. Og af hverju ekki að gefa 900.000 krónar sánaklefa, en mér sýnist það kosta minna, sko, en ég segja bara af hverju ekki. Hérna ertu strax komin í, menna, sérðu hvað þetta er nett, þú getur verið með þetta, þú getur bara verið með þetta inn í stofu. Þetta er bara, setja 2 skrúfur í það. Ég ætla ekki að öskra þetta, ég veit alveg út af plata. Þú veist, þetta er ein með öllu þessu sattu. Þú veist, og veistu hvað, þannig að gefa mörg verkefni. Fyrstu lagi, ef þú gefa foreldrunum þetta, þá ertu að gefa sjálfum þér líka sánaklefa sem þú getur alltaf farið í. Þú veist, eða bara þennan klefa. En að standandi sánu hérna, sko. Það er alveg hægt líka. Þetta er sturtuklefin alltaf. Allavega. Það er nóg að taka hérna og við segjum bara þetta var gjöfin okkar til ykkar og gleðileg jól.